Sælverið, nú skulum við fjalla kafla 1.5 rökbreytur og skilyrði og rifjum það upp þegar við notum sama sammerkið eða jafnaðarmerkið í MATLAB. Þá erum við ekki að segja eitthvað sem jafnt og eitthvað, heldur erum við að skilgreina breytu eða skýra hana eða veita breytu nýtt gildi eða eitthvað. Sambærilegt í stærðfræði nota tvípunktur sama sammerki til að skilgreina. Það táknmál er enda notað í sumum öðrum forritunarmálum til þess að skilgreina. En þetta er svona nokkurn veginn þetta hérna, nýtt oftast stutt táknmál og eldra oft langt táknmál. Þetta er kannski ekki alveg algilt í forrituna því við kannski erum að gera eitthvað hér, notum eitthvað nokkra breytur. Þannig að mögulega getur útkopan verið með langri lýsingu, þannig að það kannski freka við í forritinu nota lýsandi táknmál, en oftast hefur maður það stutt og langt og sérstaklega á þetta við stærðfræði. Þegar pi, það er skilgreind sem þessi tala hér, og við getum aldrei hætt þetta, þannig að þetta er mjög langt táknmál. Og nákvæmlega er pi skilgreind með orðum, en ekki sem þessi talnarunur hér, talnarunur er afleiðing af orðunum. Þetta er sambærilegt hvernig við notum bara einfalt samansemmerki í MATLAB. Og skoðum þessa töflu hérna, töflu 1.2, þar sem einhver skilir er. Skilgreining í MATLAB er jafnaðarmerki en í stærðfræði verða svona. Ef við ætlum að nota skilyrði jafnt og í MATLAB þá notum við samansem, sem er svona spurningin frekar við búin að skoða það hans í rökbreytan. Eða hans einfalt jafnaðarmerki. Stærra, bara goggur og goggur. Og stærra eða jafnt og það var goggur samansem í MATLAB en goggur með svona striki undir væri í stærðfræði og mjög sambærilegt fyrir minna eða minna jafnt og. Ekki jafnt og þá er strik yfir jafnaðarmerki, stærðfræðimerki, nei stærðfræði, en svo notum við svona tildu eða svona alda. Og síðan þetta með 1.9 lesum við töflu 1.2 og prófum svo skilyrðin sem þar er gefin. Fyrir tölunar a saman sem -3 og b saman sem 7. Þetta ég skrifa hérna, b til c. Skulum setja close all, fyrst erum við að læra myndirnar. Segjum hérna a saman sem -3 og b saman sem 7. b saman sem 7. Nú, það sem við ætlum að prófa í töflunni er að við ætlum að prófa skilgreiningu, við erum búin að prófa hana hér. Við þurfum svo sem ekki að prófa hana sérstaklega aftur. Svo getum við prófa hana jafnt og jafnt og. Þannig sem a, þetta jafnt og b. Og svo a, þá var það goggurinn, er a stærra en b, er a stærra eða jafnt og b, er a minna en b, er a minna eða jafnt og a minna eða jafnt og b, og síðast var er a örugglega ekki það sama og b. Það sjáum við hérna, ef a er -3 og b er 7, þá er a, ef við segja, skulum skýra þetta svo, annars stendur hérna ans og við viljum ekkert hvað. Jafnt, þá sem, stærra, þá sem, stærra, já, minna, jafnt, ekki jafnt. Svona, prófum að gera þetta hérna. Er a það sama b? Nei. Er a stærra en b? Nei. Er a stærra eða jafnt og b? Nei. Er a minna en b? Já. Er a minna eða jafnt og b? Já. Ef það er minna þá hlýtur að vera minna eða jafnt og. Er það satt að a sé ekki það sama og b? Já, það er rétt að það sé ekki jafngilt. Hérna var þetta sett upp í f'(f), það var svo sem ekki tekið sérstaklega fram í þessari æfingu, það verið skilyrði, en auðvitað er þetta mun snirtilega að setja bara saman svona, er a sama b? Nei. Er a stærra en b? Nei. Er a stærra en jafnt og b? Nei. Er a minna en b? Já. Er a minna en jafnt og b? Já. Eru a og b ekki jafnar tölur? Það er rétt.
og rökbreyta bara þessi breyta sem við tölum í fyrsta kafla eða fyrir 1.1 að það tekur bara annað hvort gildi 0 eða 1 og annað útilokar hitt að segja að það 0 þá getur ekki verið 1 líka. Og í forritunarmálum þetta svokölluð rökskilyrði sem fást með því að nota ef og þá ásamt skilyrðunum sem við talum upp í töflu 1.2. Og oganir, til dæmis and, getur notað fallið eða bara merkin ampersand eða ampersand. Þetta þá stærðfræðimerkið, þetta verður for merkin í MATLAB. Þetta notum við að vera með mengi, þetta notum við að vera með bara staka tölu eða samansem eða jafngilt þetta hér fyrir eðanir. Og við getum líka notað fallið þetta stærðfræðimerkið og þetta stærðfræðimerkið og svo tildan bara neitun MATLAB. Skoðum þetta betur næst neðar. Við vorum svo búin að sjá að þessar gagnagerir logical stendur oftast bara true eða false. Við vorum búin að sjá það á bakvið. True, það hefur það logical 1 og false hefur það logical 0. Og ef við prófum til þess að 4 það sama og 5, þannig að við getum oftast lítið þetta á frekar sem einhvers konar spurningu. 4 það sama og 5? Þá kemur 0 eða false eða nei. Ef við setjum fram 4 minna en 5? Já, 4 minna en 5. Þannig að veltum aðeins fyrir okkur samtöflum, ekki gera, ekki neitt. Þetta eru kjörur innheimtu fyrirtækis. En ekki gera, ekki neitt, þetta er tvöföld neitun. Þannig að þetta þýðir eiginlega sama og bara gerðu eitthvað. Og í rökfræði þá getum við skilgreint fullyrðinguna gerðu ekki neitt. Og þá getum við fengið ekki gera, ekki neitt með að segja ekki a. Ekki gera ekki neitt. Og við getum fengið tvöfalda neitun í MATLAB með að segja ef við erum með false og segjum ekki false þá hlýtur það að vera 1 eða já. Og til þess að geta skoða alla möguleika einhver rökbreytu eða samsetningu, fleiri eða einni rökbreytu, þá býr maður oftast til samtöflu. Skoðum fyrst þessar einföldustu og svo samsettar. Og svo myndar hann framsetninga mengjum með mengjum táknuðum í hringjum og kössum, það eru svokallaðar vennumyndir, við þekkjum það nú oft. Fyrsta samtaflan sem við getum skoðað neitun. Þannig ef við segjum a, ef a hefur gildi 0, þá ekki a hefur það gildi 1. Ef a hefur gildi 1, þá ekki a, þá hefur það gildi 0. Sambærileg mynd þessi hér. Ef a þetta mengi hér, þá g grunnmengið. Þá allt það sem inn í g sem ekki tilheyrir a, þá það ekki a. Það allt sem g nema það sem í a. Okkar tilfelli, ef a 0, þá allir aðrir valmöguleikar 1 hérna fyrir utan. Ef a 1, þá allir valmöguleikar eða 0 hér fyrir utan. Þetta bara smá ágætis texti grunnmengi og fyllimengi ef þið þurfa að rífa það upp. Og eðun. Þá jafngildir veru sami mengi a og b í mengja og vennmyndafræði. Ef a 0 og b 0, þá a eða b 0. Þannig a eða 1, a eða b 1? Nei. A eða b er 1, þannig að a eða b 1, já. Ef a 1 og b 0, þá a eða b 0. Ef a 1 og b 0, 1, þá a eða b 1 og nákvæmlega eru bæði 1. Þannig hérna sjáum við dæmi þessum samtöflu. Og við getum séð í svona smá sýndum þetta bara hvort viltu væri krónuna eða bónus. Og hvort sem við veljum krónuna eða bónus, þá förum við að versla. Ef við veljum hvorugt, þá förum við ekki að versla. En ef við veljum bónus, þá förum við að versla. Ef við veljum krónuna, þá förum við að versla. Ef við veljum bæði, þá förum við að versla. Þannig sjáum við eitt dæmi úr samtöflu þegar að bónus er valið en ekki krónan. En þá förum við samt að versla. Og ogun mjög sambarleg og vennmyndin fyrir þetta væri þá sniðmengi. Þar sem þetta gildir bara ef a og b gild. Ef a 0 og b 0, þá a og 0 ekki rétt. A og b, ef a 0 og b 1, ekki rétt. A 1, b 0, þá a og b ekki til, eða ekki. Ef a 1 og b 1, þá a og b satt. Þannig að það þurfa bæði að vera 1 til þess að uppfylla þetta skilyrði hérna.
og við getum litið þetta á eins og ef við værum með svo grunnmengi hér, ef að hvorugt þá erum við út í kassanum, þá A og B bara þetta hérna, en bara B en ekki A, þá erum við hér, bara A en ekki B, þá erum við hérna, en ef við erum bæði, þá erum við hérna litli blái. Sambærilegt hérna. Ekki A en við erum með B, þá erum við hér, B en ekki A, þá erum við hérna. Það fyrir ekki A en ekki B. Og svo það bæði þá erum miðunni, en allt uppfyllir blátt og allt uppfyllir A eða B. Og til dæmis hérna, þú fær 20% afslátt af máltíðinni ef þú kaupir bæði kók og franskar. En eina leiðin til þess að kaupa bæði. Þannig ef þú kaupir bæði kók og franskar, þá færðu afslátt. En ef þú kaupir ekki kók, kaupir bara franskar, þá færðu ekki 20% afslátt. Þannig að svo getum við haft samsett rökskilyrði í þann flóknari eða fleiri samsetningar og við getum sett saman margar rökbreytur og tengt með aðaltengingum and og or og snúa sanngildum rökbreytum við með not. Til dæmis þetta snýða saman runu og til að finna út hvort að minnstakosti ein af rökbreytunum sé ósönn. Það segja ef allt einn, þá fáum við einn, en ef bara ein þarf bara að vera 0 til þess að fá 0 hérna út. Þannig að hérna séum við að minnstakosti ein af rökbreytunum sé ósönn. Þannig að ef við viljum bara finna út hvort að eitt sé ósatt, allt þarf að vera rétt, þá getum við notað og á allt saman og þá verðum við að fá út 1 ef allt rétt, en við fáum 0 ef að minnstakosti 1 0. Og svo munum við það bara að ef allt eins, þá nú oftast í lagi að sleppa að nota sviga, en almennt séð ef við erum með samsett skilyrði með oganir, eðanir og neitanir, þá verðum við að nota sviga. Öðru sem við veitum allavega ekki endilega í hvað aðgerðum við taka hann saman fyrst. Því að rökskilyrði eru dæmi tvístæðar aðgerðir, þá bara gert eitthvað eitt í einu á tvö skilyrði í einu. Þannig að ef við skoðum til þess hérna true, false, true, A eða B og C. Þannig eina leiðin til þess að þetta sé satt að ef A eða B sé satt, annarkvort, en C þarf alltaf að vera satt, því við erum með og hérna milli. Í þessu tilviki þá fær F sanngildi 1 vegna þess að A eða B, true og false, þannig að A eða B það satt, já, A satt, þannig að A eða B satt, þannig að hérna fá satt, C satt, þannig að satt, og satt verður satt, þannig að F fær gildi 1. Og hérna getum við séð bara hvernig tilsvarandi táknmál væri í stærðfræði, ef að þetta væri svona rökbreytur, en ef við varum með í mengjafræðum, þá myndum við nota, ef A, B og C mengi, þá myndum við nota það sem við þekkjum á mengjafræðinni, svona göpp og gapp. En í MATLAB væri tilsvarandi táknmál svona, ef við mengi að ræða. Og hérna bara eitt svona stutt sýndæmi, hvaða rökgildi tekur F í þessu dæmi hérna, hvort F satt eða ósatt, og prófaðu að gefa svar bara að keyra kóðan, þannig að bara horfa að sáta henni. A eða B. A eða B og C. Og við horfum á svigana. Þannig að við byrjum að greina svigana hérna. B er false, C er true, þannig að B og C, það verður að vera false, það sem er í sviganum hérna. Fyrst að B er false, þá dregur það niður og útgáfan verður false. Svo segjum við, ok, A sem er true, þannig að true eða false. Og að því að annarkvort satt, þá hefur F sanngildi 1. F hefur sanngildi 1. Ok. Og sýni dæmi, og við getum prófað svo sem að keyra þetta í MATLAB, ef við viljum vera alveg viss, clear CLC, og A var saman sem true, B var eina sem er false, true, B er eina sem er false, C er true líka. Þetta var A eða B og C. A eða B og B og C. Prófum að keyra. 1. Ef við fjarlægum svigana, fáum við alltaf svar út, en við getum svo sem ekki alveg verið viss, líklega kemur þetta á undan hérna og svo þetta hér. A eða B, það er satt, og C, A og C satt. Hérna bara var okkur við að hafa semikomið, við viljum fela þetta, en að því að það sem við áhuga að vera að sjá svarið, þá bara byrstu við þessu tilviki.
Við erum bara svona fikta. Ok, reikna út sanngildið 1 og 1 og 1 og 1 og 0. Við reikna út það sanngildi. Við getum byrjað á því bara 1 og 1, við byrjum á því bara 1, þannig að fáum 1 og 1, það er 1, 1 og 1, það er 1, 1 og 0, það er 0, þannig að lokasvarið er 0. 0 eða 0 er 0, 0 eða 0 er 0, 0 eða 1 er 1 og 1 eða 0 verður 1. Byrjum það saman í MATLAB, þá fáum við 1 og 0 er það sem við fengum út. Svona lítur þetta út í MATLAB hérna. Við getum prófað þetta líka. Clear, CLC. Oganir, þetta hér það. Hvað er þetta oft? 1, 1, 1, 1 og svona. 1 og 1 og 1 og 1 og svo kom 0 og það kemur 0 út úr því. Og það getur við ekki með eð hérna vegna þess að getum ekki haft íslenska stafi. Bara rifjum það upp. Svo kom svona, svona, svona. Nei, það var svona hérna. Þau erum með eðanir hérna. Svo kom 1 næst og svo kom 0. Það kom 1 með því. Já, og hérna eins og talað, þetta eru tvístæðar aðgerðir og þú skrifum við þetta alltaf bara 1 í einu. Og hér er bara sýnt að við getum notað föllin and og or ef við viljum. Í staðinn fyrir að nota þetta fyrir ogun, and eða eðin hérna, or. Þannig að það er bara að minna á að við verðum að hafa sig að áskýra af hverju. Þetta hefur svona, þetta er raunverulega merkingarlaust. Og þannig við erum að vita hvort það var að reikna þetta út fyrst eða að reikna út B eða C út fyrst eða A og B fyrst. Það er ekki skýrt hér. En hins vegar ef það er allt saman og eða allt saman eða þá er í lagi að sleppa svima því það skiptir ekki máli hvort kemur undan. En hér til dæmis þetta er ekki jafngilt þessu hér endilega. Það sé samtöflunar ekki eins. Hérna B svona og svo þetta er allt saman að gera í lagi. Það sé að gefa ótvíræða útkomu. Hérna bara einfalda, þannig við getum blítið þetta hérna 0 eða 1, það er 1, 1 og 1, það er 1, hérna. Svo byrjum við hérna 1 og 0, það verður 0, 0 eða 1 verður 1. Minnum við svigunum, þannig við byrjum svigunum hérna 1 eða 0 er 1, 1 eða, nei fyrir ekki 0 eða 1 er 1 og 1 og 1 verður 1. Hérna fáum við 1 eða 1, það er 1, 0 eða 0 er 0, þannig hérna fáum við 1 og 0, þannig að útkoman þessu verður að vera 0. Hérna. Svo byrjum við hérna 1 og 0, það er 0 eða 1 er 1 eða 0 er 1. Þannig að fá 1 út af þessu. Þannig að það er best að einfalda allt í einu og ef maður var að gera þetta á blaði þá var þetta rökleg leið til þess að gera þetta. Og hérna, við erum að skrifa samtöflu fyrir A eða B og C. Þá er nú örugglega best að opna bara textaskjal og best væri nú eiginlega að gera þetta bara á blaði en ef við opnum A eða ég segi bara röðum þessu bara upp svona A, B og C upp í svona dálka hérna og útkoman hérna A. Nú vantar eiginlega sko merkin hérna inn. Þannig að segja hérna A. Ef við kalla þetta bara D útkoman hérna. Þannig að ef að A er, ef við byrjum á 0 0 0 þá fáum við út hérna stundum er oftast betra að byrja þessu hér B og C verður 0 af því að B og C er 0 eða A
fáum út 0. Svo getum við gert 0. Það er oftast gott að hafa eitthvað gott kerfi á þessu. Við setjum 1 hérna. Ok, B og C. Það fáum við B og C. Við fáum 0 úr því. 0 eða 0. Við fáum út 0. Ok, 0. Svo setjum við 1 á hérna. Og það er 0 aftur. Ok, B og C. 1 og 0 verður 0 eða 0 á 0. 0. 1 og bráðum 1 hér. Hvað fáum við þá? 1 og 1 er 1 eða 0. Þannig að við fáum 1 hérna. Ok. Svo bara höldum við áfram. Þá byrjum við á 1 hérna. Þannig að taflan okkar lítur eins út hér. Og í upphafi nema við erum 1 fremst. Þannig að það getur rútínu hérna 0, 1, 0, 1. Svo heldur við 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Svo kemur 0, 0, 0, 0 og svo 1, 1, 1, 1. Þannig að þetta er úr 3 bókstöfum hafa við 8 útkomur. Hérna getur við séð að því að alveg saman hvað er hérna eða A, ef A er 1, þá fá alltaf 1. Þannig að hérna getur við verið bara fyllt út mjög hratt. Hérna koma 0 og 1. Og við getum svona skoða þetta. 0 og 1 er 1. Nei, fyrir ekki það er 0. 1 eða 0 verður 1. 1. Kemur 1 hérna. 0 hér. Og við vorum búin að tala þetta. Þetta er alltaf 1 eftir þetta. 1. 1. Og 1. Og það er þá komið. 8 valmöguleikar. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mér finnst alltaf best að gera þetta að ég gerir töflunar. Og ef ég var að gera þetta á blaði þá ég byrjaði bara hérna 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Og ef við værum svo með 4. index og rökbreytin okkar þá væri 0 8 sinnum og svo 1 8 sinnum og þessi tafla myndi halda áfram með sama sniði 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 4 og 4. Svona lítið það sem taflan út. Hún er ekki alveg með sama sniði hérna en allir valmöguleikar B-in eru víxla hérna, A-in svona og C-in. En við getum séð hérna, við fengum 3 sem út 0 og það var þegar A var 0, B var 0 og C var 1. A var 0, B var 0 og C var 1. Hintilíkinu er alltaf 0, það var efst hjá okkur og hérna 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 gefur 0. Allir aðrir valmöguleikar gáfu 1. Sem þetta gott í þessu myndbandi. Takk fyrir.